Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Við fáum hér síðar í þættinum Jón Gunnarsson, samgönguráðherra, til að fara yfir þann málaflokk með okkur. Og svo ætlum við að fá til okkar Lilju Karlsdóttur sem er sérfræðingur í samgöngumálum, samgönguverkfræðingur, og við ætlum að tala aðallega um rafknúna bíla og þá byltingu sem menn segja sig framundan þegar bílarnir fara að keyra sjálfir göturnar og verða kannski mörgu leyti hagkvæmari. En hvað þýðir þetta fyrir hinn almenna borgara, hvað þýðir þetta fyrir borgirnar? Þetta er eitt af þessum stóru framtíðarmálum sem við erum að rýna í þessa dagana. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Jóni Trausta Reynissyni, ritstjóra Stundarinnar, Heiðu Kristínu Helgadóttur. Veit ekki alveg hvað þú starfar núna? Nei, þetta er allt svo leyndardómsfullt, ég get að láta það uppi. En ég er framkvæmdastjóri í mínu eigin fyrirtæki. Í þínu eigin fyrirtæki. Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur, og Björn Ingi Hrafnsson, fjölmiðlamaður. Við ætlum að fara yfir ýmis mál, alveg frá pólitíkin eins og hún er núna yfir í Costco til dæmis, sem er málum kannski í þessari viku. Björn Ingi, en sko, Alþingi er að enda, það er þessi pólitíski vetur er á enda, og maður spyr sig svona stöðuna almennt, ríkisstjórnin, það er ákveðið svona ósamlyndi, en manni finnst kannski aðalega að það séu þessi litlu flokkar Viðreisn og Björt Framtíð sem eigi svolítið erfitt uppdráttar innan stjórnarinnar. Það er mjög sérstök staða að mörgu leyti. Ríkisstjórnin tók við mjög óvenjulegar aðstæður eins og allir vita og í stjórnarkreppu, þar sem eiginlega sú niðurstaða var fyrir valinu sem kannski fæstir höfðu svona vonast eftir, meðal annars mjög margir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem hafa gengið sali þinghússins síðan og lýsti yfir mikilli óhamingju sinni með ríkisstjórnarsamstarfi. Þeir bara gera það er mjög óvenjulegt. Og hún hefur glímt við mótbyr í skoðanakönnunum en fer engu að síður sínu fram, ekki síst út af því að stjórnarandstaðan er líka mjög ósamlynd. Það er ekki hægt að halda því fram með nokkrum rökum að stjórnarandstaðan sé tilbúin til þess að morgun að mynda ríkisstjórn gegn eða nýjan meirihluta. Það er bara ekki þannig. Framsókn er í miklum átökum. Píratar, þingflokksformaður var þar að segja af sér daginn út af ágreiningi, og Samfylkingin er ennþá að jafna sig eftir mjög mikið áfall og þannig mætti áfram telja. En það er áhugavert sem þú segir þessa tvo samstarfsflokka Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn er nú að mælast núna með fylgi sem í rauninni í sögulegu samhengi mjög lítið fyrir hann. En hann ber samt höfuð og herðar yfir alla aðra flokka, af því að þeir virðast allir vera í einhvern veginn innri ágreiningi, og Björt Framtíð og Viðreisn sem að mynda þessa ríkisstjórn glíma við það sem ýmsir samstarfsflokkar Sjálfstæðisflokksins áður hafa glímt við, bæði alþýðuflokkum í Jón Baldvin á sínum tíma og Framsóknarflokkur undir forystu Halldórs Ásgrímssonar og síðar annarra, að vera samstarfsflokkur Sjálfstæðisflokksins og missa fylgi á meðan Sjálfstæðisflokkurinn virðist nokkurn veginn halda sínu. Og eru að taka svona skellina? Já, Róbert Marshall lýsti nú einu sinni yfir þannig að vera í samstarfi við Sjálfstæðisflokksins þessar aðstæður væri eins og tjaldavillin á kjarnorkuveri. og það er auðvitað svona skemmtileg einföldun, en einhverju síður þá er það náttúrulega alveg greinilega þannig að í fjölmiðlum núna eru menn á eftir Óttari Proppé, menn eru eftir fjármálaráðherranum Benedikt og menn eru eftir þessum hinnum. En mér sýnist að forsætisráðherrann Bjarni Benedikt sé bara í toppmálum einhvers staðar og það hafi ekki miklar áhyggjur. Eiríkur, hvernig leist þú þetta? Já, ég held að sé nú margt til í þessari lýsingu hjá Bjarni Inga. Helsti styrkleiki þessara ríkisstjórnar felst í því hversu veik stjórnarandstaðan er. Það er nú bara einfaldlega lífgjöf ríkisstjórnarinnar að það er ekki valkostur í stjórnmálum í dag að stjórnarandstaðan tæki við eins og hún er samsett núna. Og yfirleitt er það nú svona helsta ógn hverrar ríkisstjórnar að stjórnarandstaðan náðu að bjóða fram á trúverðugan valkost. Það ríkir nánast borgarastyrjöld innan í Framsóknarflokknum og það eru engir kærleikar á milli hans og hinna stjórnarandstöðu flokkana. En það er ekki þar með sagt að þetta feli í sér það að þessi ríkisstjórn sé sterk. Hún er það ekki, hún er mjög veik. Og við sjáum það líka í fylgisþróuninni núna undanfarið að gamli fjórflokkurinn, hann er að sækja í sig veðrið á nýja leik.
Við stjórnmálafræðingar erum náttúrulega haldnir svona flokkunaráráttu. Ég biðst nú bara afsökunar á því fyrir fram. En hinir flokkarnir 3, sem eru auðvitað algjörlega mjög óvanaleg staða, fyrsta skipti í sögunni sem við erum með 3 stjórnmálaflokka fyrir utan fjórflokkinn á landsvísu inn á Alþingi. Það hefur verið áður sama stað en þá ekki á landsvísu. En allir þessi flokkar eru núna að tapa fylgi. Bæði þeir sem eru innan ríkisstjórnarinnar og þeir tapa mestu, eru núna að mælast við þröskuld eða undir þröskuldi, jafnvel. Og Píratar tapa ekki miklu fylgi en tapa þó í stjórnarandstöðu. Þannig að við sjáum Það svolítið eins og vindurinn og frumkvæðið sé úr Pírötum, sko. Það má, já, en sko sagan kennir okkur bara einfaldlega að það er ofboðslega erfitt að halda dampi yfir mörg kjörtímabil fyrir þessa flokka. Maður hélt kannski að kerfið er einfaldlega þannig. Maður sá meira að segja sko að hluti af Pírötunum var að fara að grafir yfir í sko sósíalistahreifingu Gunnars Smára, fólki sem er alltaf að leita eftir nýju opnum. Svo er það alltaf hættan að það stökkva alltaf nýjir og kemur alltaf sama fólkið og við sjáum það á fundinum hjá Sigmundi Davíð með Framfarafélagið að þá eru svona þessi sömu andlit mætt þar líka. Heiða. Já, mér finnst þetta nú ekki alveg svona... Þú ert stuðningskona ríkisstjórnarinnar. Já, ég meina, þú veist, ég er bara stuðningskona ákveðnar framtíðar hérna á landinu, sko. Og ég held ég getum ekki alltaf verið að líta í fortíðina til þess að skýra út stöðuna sem er í gangi í dag. Vegna þess að staðan sem er uppi í dag í stjórnmálum er bara gjörbreytt. Frá því 2010 það var bara orðið svo mikla breytingar á öllu þessu kerfi og það hvernig fólk tengir við það sem er að gerast hverju sinni. Það er mjög svona laust í sér og það getur gerst mjög hratt að hlutinni breytist ef það er einhver þörf fyrir breytingar. Núna er bara einhvern veginn þessi ríkisstjórn í bara einhverjum verkefnum og bara í vinnu við að koma sér inn í alls konar mál og svona halda áfram. Og það að fólk sé eitthvað ósammála, þú veist, í þessum hópum finnst mér bara ekkert vont mál. Ég vil ekki búa í samfélagi þar sem einhver einn trónir á toppnum og segir hvernig hlutir eiga að vera og allir hinnir dansa í takt. Þú verður ekki áhyggjur af því að sko Sjálfstæðisflokkurinn svona sigli sinn þungasjó eða sko sína þungaskrið og hinnir flokkarnir fái svo allar öldurnar. Ég held að væri bara rosa hollt fyrir alla hvort sem er í stjórnmálum eða ekki að hætta að pæla svona mikið í Sjálfstæðisflokknum. Þú veist, hann er bara til og þú veist, þangað til hann verður til þá þú veist, eða þangað til hann hættir að vera til þá bara er hann eins og hann er, þú veist, en aðrir verða bara að gera betur, þú veist, og hætta að fókusera svona mikið á hvað Sjálfstæðisflokkurinn er að gera sitt bara vel og þar eru tækifærin. Jón Trausti, hvernig horfir þetta við þér? Já, ég er sammála því að það þarf ekki endilega að vera veikleiki fyrir lýðræði ef þeir sem eru við stjórnvölinn eru ekki fullkomlega sammála. Þess að svona einhver svona gagnrýnin umræða þar inni sé heilbrigð og vinni gegn valdasamþjöppun. Hins vegar held ég að sko mesti styrkleiki ríkisstjórnarinnar eða það sem heldur henni saman sé að miklu leyti veik staða Bjartar framtíðar og Viðreisnar. Við sjáum að þessir flokkar hafa mist samkvæmt einhverju skoðanakönnunum meira en helminginn af fylginu sinu og Sjálfstæðisflokkurinn stendur ennþá sterkur. Og ástæðan fyrir þessu er líklega einföld að Sjálfstæðisflokkurinn fékk sínu fram mun meira heldur en hinir flokkarnir í stjórnarmyndunar viðræðunum. Og ég held síðan bara sjá gríðarlega sterkan samningamann í Bjarna Benediktssyni og svona stjórnmálalega fagmennsku í Sjálfstæðisflokknum sem einhvern veginn svona tók sér bara þann tíma sem að þurfti til þess að stoppa af þau stóru mál sem hinir flokkarnir tveir, Björt framtíð og Viðreisn ætluðu að koma í gegn. Og hvað mál voru það þá? Og það var í fyrsta lagi erum við þeirri stöðu núna að Viðreisn sem setti Evrópusambandsmálið á oddinn fyrir þessar kosningar að leyfa almenningi að kjósa. Viðreisn er hreinlega búin að skuldbinda sig til þess að standa gegn slíku þingmáli fram undir lok kjörtímabilsins. Og uppboðsleiðin var eitt af stærstu málunum í þessum kosningum. Viðreisn var mjög áfram að bjóða upp kvóta og Benedikt lýsti því bara skrif fyrir skrif og lýsti því hvað það væri einfalt í rauninni. En það mál, auðvitað er þetta ekki búið. En það mál er komið í nefnd sem er stýrt af einum höfundum kvótakerfisins, fyrrverandi sjávarútvegsráðherra og forsætisráðherra Sjálfstæðisflokksins, sem er yfirlýstur andstæðingur uppboðs. Þannig að
Það er mjög eðlilegt að þessi flokkar séu veikir. En þær skoðanir hefði ekkert getað breyst í þá áratugi sem síðan eru liðnir. Og mér finnst þetta líka svo skrítin hugsun að þú segir einhvern veginn, þú ert að bjóða þig fram sem einhver stjórnmálaflokkur og sem einhver stjórnmálamaður með einhverjar skoðanir. Svo kemur á einhvern stað þar sem er bara einhver svona veruleiki sem þú þarfst að díla við. Þú getur ekkert bara keyrt áfram með það að þú ætlar inn í Evrópusambandi bara algjörlega lokaður á það hvað er að gera annars staðar. Það var ekki Sjálfstæðisflokkurinn sem þurfti að gera málamiðlunum í stærstu kosningamálunum. Það var Viðreisn og Björt framtíð. Og það er sko mesta hagsmunamál Bjartar framtíðar og Viðreisnar að fara ekki í kosningar núna. Sjálfstæðisflokkurinn getur gert það og er mjög sterkur. En Björt framtíð og Viðreisn gætu hreinlega að þurrkast út á þingi. Það eru tveir flokkar sem gætu farið í kosningar, labbað í kosningar og það er Sjálfstæðisflokkurinn reyndar VG líka. Já, þannig að ég held að Sjálfstæðisflokkurinn muni komast upp með margt gagnvart samstarfsflokkunum sínum núna framvegis. Ég held reyndar að það sé einn punktur sem Jón Trausti segir sem er alveg réttur í þessu að sko og Heiða segir það er ekki hægt að ætlast til þess að þegar veruleikinn er einhver sko. Það er þannig að Sjálfstæðisflokkurinn myndaði hér á kjörtímabilinu áður ríkisstjórn með Framsóknarflokknum og varð þá að gefa eftir ákveðna hluti í Evrópusambandsmálum sem að fólkið í Viðreisn, sem var þá innan Sjálfstæðisflokksins, taldi eru algjör svik. Og þá sögðu Illugi Gunnarsson og Bjarni Benediktsson þetta er veruleiki, við náðum þess ekki fram, við urðum að gefa eftir. Og þá sagði Benedikt og fólkið í Viðreisn, sem er núna í Viðreisn og var í Sjálfstæðisflokknum, þetta er svo mikið svik á loforðum, það er ekki hægt að una við þetta og stofnuðu sinn eigin flokk. Nú er þetta sama fólk komið bara nokkrum vikum seinna og segir, já það er komin veruleiki og við náðum ekki fram. Þetta er það sem fólki finnst vera svolítið íslenska pólitíkin, að þú heldur einhverju fram og segir bara að Sjálfstæðisflokkurinn hefði átt að keyra áfram eitthvað mál en svo náðu þeir ekki í gegn. Og ég held sama með Óttar Proppé að fólki finnst að þessi mjög viðkunnilegi maður, stjórnmálamaður sem hann naut mjög mikils fylgis, hafi einhvern veginn lent í því að vera orðinn sko, bara þú sjáu greina það sem Kári Stefánsson er að skrifa honum til höfuðs, þar sem hann er settur í ákveðið hlutverk. Ég hef mikla mætur undir Óttari til að sé mjög flottur stjórnmálamaður, en hann er sannarlega ekki í öfundsverðu stöðu að þurfa að verja eitthvað sem kannski er ákveðið á allt öðrum stað. En það sem ég skil ekki í þessu eins og bara með Evrópusambandsaðildina, það hefur enginn sagt að hún sé slegin út af borðinu. Þetta er allt bara spurning það, hvenær á að fara fram með eitthvað svona mál, Við erum að koma út úr einhverju stöðu eins og þú nefndir áðan. Fyrir ári síðan, þá var bara eitthvað ástand í þessu samfélagi, eftir þetta Panama-skjöl og annað. Ári síðan erum við þó komin á einhvern stað þar sem að hlutirnir eru svona, þeir eru sæmilega fungerandi. En við erum aldrei að fara tilbaka þar sem að einhvern veginn verður bara eitthvað gefið út og allir ganga í takt. Og ég held að fæstum langi það. Ég held að þeir hafi slegið út af borðinu Evrópusambandsmálið fram að lokum þessa kjörtímabils og í raun njútralisera þetta mál sem kosningamál í næstu kosningum. Þeir ákveða semst að beita sér gegn málinu á löggjafarþinginu. Þeir hefði ekki þurft að gera það. Og Björt framtíð er í alveg hræðilegri stöðu núna. Ég komin sko í einhvern veginn stríð við landlækni, við Landspítalann. Það fara að tala að setja pólitíska stjórnir við Landspítalann til þess að fá til að hætta að betla peninga. Og þessi flokkar eru núna á vegferð sko einkareksturs í heilbrigðiskerfinu, aukins einkareksturs virðist vera í menntakerfinu. Maður bara svona, já, hvert ætlaði að fara. En auðvitað sko er eðlilegt að þessi flokkar séu ósammála. Já, sko, við skulum fara aðeins annað. Það eru borgarstjórnarkosningar á næsta ári. Það er það sem maður þarf og sveitarstjórnarkosningar, eitt af því sem maður þarf að fást við hér á næstu misserum. Hvað haldið þið, sko, það er rosalegur ófriður í kringum pólitíkin í Reykjavík núna og ég held að svona mörgu leyti séu menn ekkert sérstaklega öfundsverðir af því að reyna að stjórna Reykjavík núna þegar allir þessi túristastreymin og þegar húsnæðisskortur og svona. Hvað haldið að framtíðin beri skautið sér hérna í Reykjavík? Nú er kannski eitt atriði þessu er það að það virðist ekkert vera að flokkarnir eru ekki búin að finna sér kandídata til stjórnarandstöðuflokkarnir í borginni. Nei, ég held að sé alveg gríðarlegur pirringur sko út af stefnu núverandi borgarstjórnar í skipulagsmálum og samgöngumálum. Ég held að sko Sjálfstæðisflokkurinn er nú þegar búinn að boða nokkurn veginn hvert hann ætlar með þetta og það er þessi úthverfa uppbygging sem er gamla borgarskipulagið og það eru þessar einföldu lausnir að styrkja vegakerfið í höfuðborginni svoleiðis.
sem sko stefna þvert gegn því sem er verið að gera út allan heim. Það er verið að fara til þéttingarbyggðar til að auka hagræðingu í samgöngum fyrir alla borgarna og fyrir borgina í heild og það er verið að styrkja almenningssamgöngur. En ég held að þetta verði sölumálið. En þetta erfitt í borg þar sem við erum ofsaleg bílaþjóð og við elskum bílana okkar og við förum öll á bílunum okkar og við förum í Costco á bílunum okkar og við förum í vinnuna á bílunum okkar og það er rosalega erfitt einhvern veginn að selja Reykvíkingum þessar hugmyndir. En það þýðir ekki meir hætta bara í miðju kafi því að þú veist, það er það sem að ég til nú vera ljósa punktin í því sem er að gerast hérna á Íslandi í bara almennt er að við erum í fyrsta skipti að fylgja einhverju plani til langs tíma að breyta þessum svona grunnkvötum í okkur sem við þurfum að gera til framtíðar. Þú myndir heyra það mjög greinilega í þínu samtali við samgönguverkefnaeiningin á eftir sem er að tala bara aðra framtíðarsýn í því hvernig við ferðumst á milli staða. Og sko varðandi húsnæðisskortinn, við getum ekkert verið að væla yfir húsnæðisskortinn þegar við ætlum ekki að taka á því að það er risastórt byggingarland hérna í miðju borgarinnar sem að við bara getum ekki komist yfir að ákveða hvað við ætlum að gera við. Þú veist, Vatnsmýrin bara stendur þarna opin en við bara hringsnúumst í kringum okkur sjálf við að reyna að taka ákvörðunum eitthvað sem er ekki svo flókið, sko. Ég held að þetta sé samt bara þannig að aftur eins og í ríkisstjórninni í fyrsta lagi þá hefur meirihlutinn hingað til geta skákað því skjóli að minnihlutinn er ekki talin líklegur til þess að geta gert betur. Nei. Og þess vegna hafa menn talið að meirihlutinn væri miklu vandræðum. Við höfum ekki gleyma því að Dagur Eggertsson borgarstjóri sem hefur að mörgu leyti yfirbyrðastöðu yfir aðra borgarfulltrúa þessar mundir, hann er samt fyrir flokk sem að þurrkaðist út á höfuðborgarsvæðinu í síðustu kosningum. Það er ótrúleg staðreynd. Þannig að hann á alveg eftir að sko fara í gegnum kosningabaráttu með bakland sem er hrikalega Hvernig ætlar hann að bjóða fram? Já, akkúrat. En svo er annað, ég tel að það sé hægt að búa til hreyfingu í þessum borgarmálum sem gæti náð geysilegum árangri í næstu kosningum með því að skera bara hreinlega upp herur gegn mörgu sem hefur verið sett upp í borginni. Ég meina Heiða lýsti þessu ágætlega. Það er þannig að það er búið að vera lóðaskortur hér og vinstri meirihluti í borginni hefur rekið algjörlega hægri stefnu í lóðamálum. Það var farin markaðsleið, það er allt boðið út. Það er þeir sem að bjóða hæst sem fá lóðirnar sem gera það að verkum að sko lóðaverð er geysilega hátt. Það er ekki boðið upp á lóðir í úthverfunum, það var bara hreinlega stoppað á ákveðnum tímapunkti. Og eins og Heiða segir, það er út af því að það er gat þarna í Vatnsmýrinni og það var tekið pólitísk ákvörðun um það að taka rembinn út við ríkisstjórnina að úr því að gefið ekki eftir í Vatnsmýrinni að þá þróum við ekki ný lönd í úthverfunum. Og hugsaðu ef að það hefur verið úthlutað 500 eða 1000 lóðum fyrir 1 eða 2 eða 3 árum í Úlfarsárdal, þá væri ekki þessi bóla núna, þá væri ekki þessi skortur. Hvernig borg væri við þá með til framtíðar? En þetta leysir ekki eitt vanda á einum tímapunkti. Já, en þú ert að setja fullt af fólki í... Það býr til miklu meiri vanda í framtíðar. Já, en það er samt verið að setja fullt af fólki í fátæktargildru, það fær ekki húsnæði, það er húsnæðisskortur, fjölskyldur finna ekki húsnæði og þá er voðalega klent að mínum að segja hugmyndafræðilega hvernig borg viljum við til framtíðar, það er fólk á götunni. Það verður að leysa tiltekin mál og allstæðar sem hefur verið færið. Sko, þú veist, minnst þú verður að dramatisera þetta. Fyrst hefur ekki fylgst með ástandinu í húsnæðismálum á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er bara svipað eins og lýsa, þú veist, ástandinu í Framsóknarflokki sem borgarastyrjöld, skilur. Þetta er það er talað um að þessi versta ástand á húsnæðismarkaði á Íslandi í sögunni. Það er það vissilega. Þetta er erfið staða. Ég tel ekki að það sé neitt dramatík í því. Það er skort. Ég meina, þú veist, myndirðu segja það, þú veist, þegar við vorum með bragga hérna og fólki í einhverjum músaskitnum saggahúsnæði hérna árið 1900 og eitthvað, hafi verið svona betra ástand en það sem er í dag. En hvað gerðu menn þá? Menn fóru í úthverfi, bjuggu til ný hverfi, þannig að allir getur búið í mannsæmandi húsnæði. En þetta getur orðið alveg hrikalega harðar kosningar. Í rauninni, miðað við svona málflutninginni svona hefur verið, þá er það ekki líklegt Eiríkur? Jú, það stefnir allt í það og víglínurnar hérna eru orðnar dálítið sérkennilegar. Það virðast einkum hverfast sko fólk á reiðhjólum sem er hérna svona helsta bitbeinið og fólk verður einhvern veginn sko mjög svona hamsvöld af reiði þegar kemur að hjólastígum. Ég sá þau á hjóli í gær og ég var mjög reiður. Já, var mjög reiður og það er svona, maður sko, það eiginlega biðst afsökunar á því að draga fram hjólið svona á borið að maður skulle taka það. Nei, en það er náttúrulega raunverulega óánægja sem kraumar. En þetta er svo margar þversagnir, sko, þetta er svo margar þversagnir. Þetta er rétt sem Björn Ingi segir með
með húsnæðiskrísuna í borginni. Ég finn það nú bara á börnunum mínum hversu flókið það fyrir ungt fólk að koma sér upp húsnæði og íbúð í Reykjavík og húsnæðisverðið er orðið allt of dýrt hér. En síðan má líka segja að Reykjavík hefur aldrei verið skemmtilegri og öflugri og fjörugri borg heldur en akkúrat núna. Ég ólst nú upp í þessari borg á annarri öld og þá var ástandið í borginni nú ekki skárra heldur en það er núna. Ég mun miklu frekar vilja búa í Reykjavík í dag heldur en á 8. og 9. áratugnum. Þannig að það er margt svo þversagnakennt í þessu. Já, algjörlega, en það er samt þannig að það er svo margt sem hefur þróast til betri vegar og það má gjarnan þétta byggð. En við verðum, þar sem að menn hafa farið í slíkar aðgerðir erlendis, hafa menn samt passað, það er talað núna að það sé hreinlega skortur. Það er skortur á íbúðum, það er skortur á lóðum, það er ótrúlega lítið í byggingu, það er margt aðfari í byggingu, en það á eftir einhver misseri í skipulagi uppbyggingu, það er voðalega auðvelt núna að segja að það er að þróa byggð, voga byggð sem kemur eftir 6 ár, 8 ár. Ég meina það er ekki að leysa neitt núna. Ég get alveg tekið undir það. Það er margt í þessu ferli sem að mætti ganga hraðar og við erum að fara í gegnum eitthvað kúf sem er erfiður fyrir okkur. Við erum að fylgja plani sem er mjög stíft, og gerir mikla kröfur til okkar og það þýðir alveg á meðan verði þetta pínu erfitt, en þannig er það bara stundum. En það er líka bara hort fram hjá því að það er ekki svakalega góð lausn á vanda fólks sem er í fjárhagsvanda og vantar húsnæði að setja upp íbúðir í úthverfum sem leiðir að sér gríðarlegan persónulegan samgöngukostnað og líklega þörf á því að eiga 2 bíla hver fjölskylda vegna þess að þetta eru yfirleitt svefnhverfi. Það sem okkur vantar eru einmitt valkostir sem eru á viðráðanlegu verði miðsvæðis sem fólk getur valið það hvort það notar mengandi og kostnaðarsama bíla dagsdaglega eða ekki. Það er líka bara svo margfalt fleira fólk í borginni núna. Ef þú tekur ferðamannafjöldan, þá er miklu fleira fólk inn í borginni sem þarf líka að sofa á nóttinni heldur en var áður. Þannig að þetta er gríðarlega mikill vandi sem að stjórnmálamennir þurfa að takast á við. Ég og fjölskyldan mín séum einu Íslendingur sem göngum til náða í hverfinu mínu. Við breiðum við sængina, það er allir landamnir þar. Að sumu leyti Reykjavík fórnarlamb eigins árangur, orðin svo hipp og cool og komin svo sterkt í tísku að það leiðir til ákveðina vandamála líka. En hverjir verða í forsvari? Manni sé Sjálfstæðisflokkur vera standandi vandræði með hvernig þeir eiga að stilla upp í framlínunni. Við vitum ekki með Framsókn, mér finnst einhvern veginn ólíklegt að Framsókn reyni aftur með sömu kandidata og þannig að það er mikil óvissa. Svo er náttúrulega, gerir ég ráð fyrir að Viðreisn til dæmis bjóði fram í Reykjavík. Já, ég meina, þetta er alveg svona stór spurning, sérstaklega hvað þessi flokkar bæði Viðreisn Björt Strandi gera. Ég meina, sjálf myndi ég ekki agitera fyrir því að það væri verið að fara af stað með eitthvað nema það væri það gott að það væri líklegt til mikill árangur, en að vera að fara af stað með eitthvað til að, brjóta upp það sem er verið að gera vel finnst mér í mörgu leyti þó ég hafi alveg athugasemdir við eitt og annað. En ef það sé verið að fylgja stefnu núverandi meirihluta sérstaklega í skipulagsmálum finnst mér skipta gríðarlega miklu máli og ég myndi ekki vilja gera neitt sem að verði til þess að Kjartan Magnússon eða Marta Guðjóns komist í valda með sín mislægu gatnamót og úthverfabyggð. Og myndir þú til dæmis vilja að Viðreisn og BF sem eru nú svona eins og samlokur ríkisstjórn færu kannski bara saman í framboði í borginni? Ég meina, ég minnst að það vera að skoða alla þessa þætti til þess að sjá bara hvað er best fyrir borgina. Á eyjunni var skrifað að Borgar Þór væri kandidat fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Já, Sjálfstæðisflokkurinn er auðvitað bara að velta þessu fyrir sér. Það var farin og hefur áður verið farin. Árni Sigfússon var... Þeir eru alltaf að leita? Já. Halldór Halldórsson, formaður Sambands sveitarfélaga, var kallaður til á sín tíma. Það náðist ekki nægur árangur. Og þá er ég bara að meina það að þeir komist ekki í meirihluta. Þannig að það sem þeir miða auðvitað við. Og það er ekkert skrítið að menn sé að velta slíku fyrir sér. Það eru þarna klárlega innan Sjálfstæðisflokksins og víðar er svo skoðun uppi að með þennan meirihluta, með þessar hugmyndafræðilega ágreining sem að Heiða og ég hefur ágætlega byrst í okkar samtali. Mér langar nánast að stofna flokk þessar áherslur varðandi það. Ég held að stór hluti borgarbúa vilji alvöru samgöngur og ekki að þessi tölu niður úthverfi. 30.000 mann sem búi í Grafarvogi. Það er enginn að tala niður úthverfi. Jú, úthverfa, ég stóð því sjálfur að skipuleggja Úlfarsárdalinn, þar sem er gert ráð fyrir alltaf 30.000 manna byggð. Innviðirnir eru, það kom hrun, efnahagshrun, en innviðirnir eru skipulagið, það er gert ráð fyrir flutningi knattspyrnufélagsins Fram, það er allt til alls, það er ekkert mál
að skipuleggja þarna blómlega byggð og halda síðan áfram þéttingunni í miðbænum, en ekki að ákveða allir eigi að búa í miðbænum og útkvæðin séu síðan einhver annars flokks. Við eigum stór mörk sem þessi borg, bara svæði sem Reykjavíkurborg tekur er gríðarlega stórt og það er nægt pláss innan þess svæðis til þess að koma öllu fólki ágætlega fyrir. Já, þar með ertu samt að segja að breyða. Hún talaði aðeins um flugvöllinn. Nú ætlum ég að fara að reynda með þetta annað. Framfarafélagið hans Sigmundar, er þetta ekki fyrsta skrefið í klofningi Framsóknarflokksins? Það mætir einn þingmaður úr Framsóknarflokknum, það mætir Framsóknarmenn. Ég meina, er nokkuð annað í stöðunni og aðrir þingmenn eru mjög sérmaður, nokkur aðrir þingmenn eru afskaplega neikvæðir í garð þessa framtaks. Já, þetta er mjög áhugavert framtak og þetta er það sem ég átti við þegar ég kom með þessa óviðurkvæmilegu lýsingu borgarastyrjöld. Þetta er ekki borgarastyrjöld í merkingu, en í pólitískri merkingu stjórnmálaflokks er þetta vissulega borgarastyrjöld. Þarna ertu með helsta forystumann flokksins sem að vann gríðarlegan sigur 2013 og tapar þessum kosningum í fyrra og hann fer þessa leið, stofnar þetta félag sem heitir þetta mjög athyglisverðu nafni, Framfarafélagið, og vísar til fremskrittsflokkana í Danmörku og í Noregi. Það kemur þingmaður og fyrrverandi þingmenn og margir framamenn í Framsóknarflokknum og þetta getur verið feikilega klókt hjá Sigmundi Davíð ef hann ætlar sér aftur forystu. Hann getur bæði skorað Sigurð Inga Hólm á flokksþinginu. Nú sigrar hann að þá er þetta bara fín hugvita innan í flokknum. En tapar hann, þá er hann þarna kominn með tilbúinn með tæki sem er auðvelt að breyta úr félagi í flokk til þess að bjóða fram. Þannig að þarna er verið að stilla upp í einhvers konar pólitískt áhlaup, hvernig svo sem að því mun síðan framvinda og mér finnst þetta bara mjög spennandi að fylgjast með því hvernig þetta mun fara. Því hann fær líka svo mikla athygli. Hann fær miklu meiri athygli heldur en formaðurinn. Það er einhvern veginn þannig að í kringum hann er bara svona einhver meiri ólga og kraftur. En það er náttúrulega sá Framsóknarmaður sem er að fá mesta athygli þess dagana er Lilja Alfreðsdóttir. Það var mjög athyglisvert að hún fjarvera hennar, sem ég veit ekki hvers vegna var. Hún er reyndar á fundi í Georgíu eða eitthvað svona. En fjölmiðlarnir fá ekki nóg af henni. Fjölmiðlarnir fá ekki nóg af Lilju. Hún er bara ákaflega frambærileg. En er hún ekki bara framtíðarforinginn í flokknum? Getur vel orðið það. Lítur þannig út núna. Þetta tiltaki Sigmundar að stofna sinn eigin vettvang til þess að koma sínum hugmyndum á framfæri virðist vera mjög mikið af hans skoðun á því að hann þurfi að leiða eitthvað. Þetta virðist vera tiltölulega sjálfhverft og kannski er þetta orðaleikur, fara fram, veit það ekki. En það sem kannski vekur smá áhyggjur þetta er að hann stillir upp kerfinu sem vandamálinu. Kerfið hafi tekið ómikil völd frá stjórnmálamönnum sem er nokkurn veginn hann. Hann var hinn algeri stjórnmálamaður fyrir nokkrum mánuðum eða ári. Svo stillir hann upp fjölmiðlunum sem hluta af kerfinu og hann talar samsæri stjórnmálamanna og svona hluti sem minna augljóslega á stjórnmál Donalds Trump. Nú er hann sjálfur að vara við því að eitthvað öfgaafl eins og í ætt við Trump nái völdum. En hann virðist alltaf nýta sér samskonar hugmyndafræði í stjórnmálum, í því að koma sér á framfæri og Donald Trump að einhverju leyti, auðvitað ekki jafn öfgavöld. Við sjáum til þess að ein af svona reglum eins helsta ráðgjafa Donald Trump, Roger Stone, er að það er betra að vera alræmdur heldur en að vera ekki umtalaður. Þannig að þetta hefur oft vakið furðu hjá manni hvers vegna Sigmundur er að tromma upp oft með svona hálfgerðar samsæriskenningar og mjög og hann virðist sjá allt svona í línunum ég og hinir, gegn mér og með mér. Hann er með vettvang til þess að koma sínum hugmyndum á framfæri sem heitir Alþingi.
hann hefur ekki síðast byrjað athugað, hefur hann ekki mætt í atkvæðagreiðslu á þessu ári á Alþingi. Hann, af 19 fundum í utanríkismálanefnd, þar sem hann aðalmaður, mætti hann 5 sinnum og þar af 4 sinnum of seint. Ef hann var í skóla þá var búið að reka hann. En hann með þennan vettvang. Þetta félag sýnist mér snúast hans þörf til að hafa völd, fyrst og fremst. Bara eitt, Eiríkur, þú hefur nú fjallað popúlisma og þú varst að tala Framsóknarflokkinn og popúlisma tíma og það má nú kannski segja að þær spár hafa ekki alveg ræst. Já, ég var ekki með neina spár. Nei, þú hélst því fram að Framsókn myndi geta farið þá leið. Ég held því fram að Framsóknarflokkurinn hafi gengið inn í mengi þjóðernispopúlískra stjórnmála á ákveðnu tímabili. Hann gerði það fyrir seinustu borgarstjórnarkosningar mjög skýrt og bara þú tekur ákveðin greiningatæki sem ég með, fræðileg greiningatæki og þú mátar orðræðu íslenska stjórnmálamanna inn í þau, þá kemur það einfaldlega, þá niðurstaðan, það ekkert mín skoðun, þá niðurstaðan af þeirri rannsókn sú að orðræða sumra frambjóðenda Framsóknarflokksins og þingmanna og borgarfulltrúa hans hafi ákveðnum tímabili verið innan þess mengis. Það skilgreinir ekki flokkinn alfarið, hann hefur aðrar víddir, hann ekki stofnaður sem þjóðernispopúlískur flokkur, hann ekki þjóðernispopúlískur flokkur í dag, það heyrast minna þessar raddir, en niðurstaðan var einfaldlega þessi. Og ég hafði enga heimild til þess að þegja yfir þeim niðurstöðum þegar þær lágu bara einfaldlega fyrir. Þannig að það var ekki ég sem var að setja neitt stimpil af flokkinn, þetta var bara orðræða hans sjálf sem var svona á þessu tímabili. Við þetta, við mögum ekki gleyma því að Framsóknarflokkurinn var við það að þurrkast að ná ekki inn í borgarstjórn fyrir seinustu kosningar, sem hann var ekki heldur fyrir, mældist langt undir þröskuldi. Það ekki fyrir hann að fer inn í þessa orðræðu gegn fyrst og fremst byggingu bænahús múslima í Sogamýri, sem að flokkurinn ríkur upp í fylgi, fyrir upp í 10% og nær 2 mönnum inn. Þannig að það á því plattformi sem að hann nær þessum árangri. Ég hins vegar auðvitað þess að þú sagðir, þá spáði ég engu fyrir framtíðina. Okay. Já. Ég held að varðandi framfarafélag Sigmundar, að þá sé alveg klárt að hann að búa til vettvang eins og þú segir og uppgjörið fer fram í janúar á næsta ári á flokksþingi. Og það alveg rétt að núverandi formaður Sigurður Ingi Jónsson vann sína kosningu með lýðræðislegum hætti, en það sem ég held að margir framsóknarmenn hafi spurt sig, meðal annars á miðstjórnarfundi, heyri ég daginn, það sem menn segja, og hvað svo? Það að segja, af hverju bauð hann sig fram gegn Sigmundi og hefur ekki gert, ég meina, það hefur eiginlega ósköp, eins og þið segið, dagskrárvaldið svolítið á Sigmundi, hann að kynna hugmyndir, Lilja að gera eitthvað, en það hefur farið mjög lítið fyrir Sigurð Inga, minna heldur menn áttu vona á meðan það, ef maður býður sig fram sem formaður, þá ætlar maður væntanlega að gera eitthvað, og svo koma kosningabarátta, þar sem að niðurstaðan var sú að hann var eini maðurinn sem fekk ekki umboð frá forsetanum til þess að reyna að mynda ríkisstjórn, sem var mjög undarlegt sérstaklega í ljósi þess að hann var sitjandi forsætisráðherra og boltinn gekk nú á milli í svolítinn tíma og hann hefur reyndar lýst yfir að forsetinn hafi gert með því mistök. Og ég held einfaldlega að Sigmundur Davíð sem að nær að fylla rúmlega stóran sal af fólki til þess að koma á pólitískan fund sem bara frábært á laugardagsmorgni, það mættu fleiri gera það vegna þess að það svolítið kallað eftir þessari pólitík. Meðalaldurinn nú í þessum hópi var nú frekar hár, held ég, svona. Þannig að það eins neyð á samfélaginu. Jú, flott. Ég ætla nú ekki að gera lítið úr einhverjum aldurshópi frekar en öðrum. Punkturinn sá að flokkarnir hafa tilhneigingu til þess að mynda stefnuskrá fyrir kosningar, búið til kosningaloforð. Þess á milli gerist nú ósköp lítið nema það haldið landsfundir, þar sem öll klastrað saman og afgreitt á stuttum tíma. Ég myndi gjarnan fagna því ef flokkarnir fara meira að búið til hugmyndir inn á kjörtímabilum, þróa langtíma stefnumótun, svolítið eins og Heiða var að kalla eftir í ákveðnum málum. Það held ég sé góð leið til þess að koma til betri pólitík. En mér samt svona mér áhugavert eins og af því að þessi ræða var greinilega, hann fór mikinn af það, en mér finnst mjög áhugavert það sem hann var að segja að það væri einhvers konar svona, það væri vont í sjálfu sér ef að niðurstaðan næðist eitthvað 63-0, að allir væru sammála eitthvað, þá væru komin á eitthvað vondan stað,
og ég minnst þetta skrítin hugmynd út frá því öðru sem hann var að tala minnst þetta ekki passa saman, sko, af því að við skulum einhvern veginn líta þannig á ef að þú færð ekki allt sem þú vilt í pólitík, að þá hafir einhvern veginn tapað og að niðurstaðan verði þá átómatist eitthvað miðjumóð. Pólitík er bara þannig, þú ert alltaf að færa hluti eitthvað svona smá áfram og það er óheiðalegt samtal við kjósendur, finnst mér, að vera alltaf að tala eins og þú getur fengið allt sem þú vilt. Það er samt bara, ef þú tekur bara eitt dæmi, af því að sko, ef þú ert alltaf að leita pólitískri samstöðu, þverrpólitískri samstöðu, þá þarftu alltaf að gera ráð fyrir lægsta samnefnara. En það talaði engin meira mikilvægi samstöðunar heldur en Sigmundur Davíð. Ef þú ætlar til dæmis að skipuleggja borgarsamfélag eins og Reykjavík núna og ætlar að nota þverrpólitískri samstöðu, þá myndir þú ekki fara þessa þéttingaleið sem þið eru að tala vegna þess að það er engin samstaða það. Mér langar að segja, byrja bara, eru þið búin að fara í Costco? Að sjálfsögðu er ég búin að fara í Costco. Ég er bandarískur ríkisborgari. Já. Nei, ég er ekki búinn að fara í Costco en ég fagna því auðvitað. Það komi svona verslun hér, þá kannski lækka líka verðið í verslununum sem eru nær mér, en mér óar nú eiginlega fyrir að fara alla þessa leið eftir matur. Nei, ég er ekki búinn að fara en ég ætla sannarlega að fara og ég bara fagna því að þetta sé komið og ég heyri það að fólk er mjög ánægt og ég held að menn hafi vanmetið Costco. Ef að haldið þetta yrði svona eins og stórt vöruhús eins og IKEA sem fólk væri kannski 5 sinnum á ári. En miðað við það að ef þeir eru með mjög ódýra matvöru í miklum gæðum eins og ávexti og grænmeti og annað, þá fer fólk miklu oftar og það er mikil tíðindi fyrir. Þú hafðir áhyggjur af þessu út frá skipulagi og öðru. Þetta er náttúrulega svona húsa matvöruverslun sem selur í magnstærðum í rauninni til þín eins og sérst verslun í nokkurn veginn. Er náttúrulega líkleg til þess að leiða til þess að fólk kaupi meira. Það er það sem þetta fyrirtæki gengur út á og þetta er amerískt stórfyrirtæki. Þetta er amerískt útkvarfa merka. Þetta gengur bara út á það að koma út sem mestu og algengasti viðskiptavinurinn í þessari verslun í Bandaríkjunum er tekjuhátt fólk. Hérna er þetta einhverja séraðstæður þar sem við erum með rosalega hátt vöruverð og höfum verið með það og þessi verslun kemur inn sem einhvers konar bjargvættur. En ég held að hún sýnir kannski hvað vöruverðið hefur verið hátt í þetta og vörugæðin hafa verið lítil í rauninni. Það er annars sem slær mann að gæðin þarna á morgunlut eru miklu meiri. Þegar við erum búin að fagna þá held ég við þurfum aðeins að horfa til þess hvað svona kolossalismi í neyslu getur leitt af sér og leiðir af sér. Við erum með mjög stórt vistspor Íslendingar. Ok, gleymum því, gleymum hugsjónunum. En horfum bara til þess að heilsu þjóðarinnar hrakar með ofneyslu. Þetta setup, þessi ameríska bílaborg sem Costco fellur inn í, er óhagstætt. En bendir ekki vinsældirnar og hvernig henni tekið til þess að þið séu að vanmeta það að Íslendingum finnst bara fínt að geta farið á bíl í búðuna sína, vestað vel inn og allir ekki taka strætó í alla hluti og svona. En þetta er ekki, lífið er bara ekki svona svarthvítt, bara alveg eins og ég hjóla í vinnuna mín og bíð í miðbænum, þá finnst mér líka mjög áhugavert að fara í Costco og skoða það sem er í gangi þar, þú veist, en þetta þarf allt saman að fara saman og þetta þarf að þróast í einhverja átt og við megum ekki bara leyfa því að flæða eitthvað. En það væri náttúrulega ótrúlega óskandi ef þetta leiddi til betra verðs og betri gæða í öðrum verslunum. Það hlýtur að gera það. Costco er kaupfélag og það er í rauninni eigu allra sem eru þarna með aðild og í því felst ágóði fyrirtækisins og ef þú ætlar að fara í samkeppni við Costco þá verður þú að auka gæðin og lækka verðið og það er til hagsbóta fyrir almenning. En það sem þetta felur í sér, við erum með bangsa þarna sem er stærri heldur en Jóhann Svarfdælingur, hann er 2,36 á hæð og að sagt Facebook-hópnum kaupi Costco er hann á uppseldi núna. Þeir eru með Toblerone sem er 4,5 kíló og það tekur 12 daga að brenna þessu Toblerone í. Og þetta er það sem þessi verslun gengur út á stóra hluta, en svo er það hitt að Íslendingar eiga núna aðgang að kannski þeim sem hendar. Þeir sem eru með stóra fjölskyldursögis hafa núna aðgang að tiltölulega mikil gæðavöru í miklu magni. Lífrænu grænmeti og í stórum pakningum. Heyrðu, þakka ykkur kærlega fyrir gaman að vera með ykkur hérna. Ég fæ Jón Gunnarsson samgönguráðherra hérna, ég seti rétt á eftir. Kominn Jón Gunnarsson, samgönguráðherra. Velkominn Jón. Við erum að fara svona stundlega yfir nokkrum atriði í samgöngumálunum og það er kannski fyrst það sem að einna umdeildast í því sem að þú hefur verið að svona leggja grunninn að það er að fara að leggja hér vegi
með vegatollum. Já. En þú telur algjörlega nauðsynlegt að gera þetta með þessum hætti. Já, sko, við erum nú fyrst og fremst kannski að reyna að ná utan um það, sko, hvaða valkostir eru fyrir okkur til þess að fara í alvöru uppbyggingu í samgöngukerfinu. Og þess vegna fékk ég hóp manna til þess að fólks til þess að skilgreina þessar höfuleiðir hérna frá Keflavíkurflugvelli og inn og í gegnum Hafnarfjörðinn og höfuðborgarsvæðið. Hér af höfuðborgarsvæðinu austur fyrir fjall með nýrri brú og Ölfusá. Gamla Ölfusá-brúin barn síns tíma og þolir ekki orðið þessu umferð og síðan hér áfram vesturum og upp í Borgarnes. Og þá með mögulegri Sundabraut og mögulegum tvöföldum Hvalfjarðargangana þegar þar að kemur. Þetta eru slysamestu kaflarnir í okkar vegakerfi. Þarna eru mjög stórar fjárfreka framkvæmdir undir sem að mun að öðru jöfnu taka mjög til sín það fé sem við höfum til samgöngumála á næstu árum og við erum að sjá hvað þetta stórt. Þetta pakki sem liggur í kringum 100 milljarða og það ágætt að hafa í samanburði þá að við höfum svona 10-11 milljarða í nýframkvæmdir á ári úr ríkissjóði. Þannig að þetta þessi stærðargráða. Og hvernig getum við þá mögulega með því að hefja gjaldtöku sem yrði þá mjög sanngjörn uppbyggt gagnvart þeim sem reglulega þurfa að fara starfsins vegna eða skóla eða eitthvað slíkt, reynt að ná þessari miklu ferðamannatrafík til þess að borga þetta niður. Við getum farið í framkvæmdir, skipulagt þetta á einhverjum ákveðnum árum, 5-6 árum kannski stóran hluta af þessu með því einhverjum framkvæmdir sem kemur eftir það. Klára þetta og greitt þetta síðan upp á löngum tíma. Og það sem sagt, þetta eru vegirnir út á Suðurland og vesturum í kringum Reykjavík. Og menn hafa talað að þetta væri kannski eins konar skattur á landsbyggðina, þeir sem þurfti að sækja þjónustu til Reykjavík. Já, og svo hafa Reykvíkingar og höfuðborgarbúar margir sagt um mig að þetta bara skattur á okkur höfuðborgarbúa. Þannig að það sér það hver með sínum glerugum, nærsýnisglerugum, ekkert óeðlilegt við það, en auðvitað höfuðatriðið þetta, alveg eins og var í Hvalfjarðargöngunum sem eru núna búin að vera í 18 ár og verða fullu uppgreidd á næsta ári og þjóðin fær þau til eignar. Auðvitað verður þetta byggjast á því að það sé meiri ávinningur fyrir þá sem að ferðast þessi gjaldhlið á hverjum degi, meiri ávinningur fyrir þá í ferðatíma, sparast kannski 10 mínútur í ferðatíma þegar þetta farið að segja til sín. Þá ertu farin að spara 1-2 lítra af eldsneyti, þá ertu búin að borga, þetta kostar 283 krónur í Hvalfjarðargöngin í dag, þá ertu komin í sparnað þar og þá eigum við auðvitað hitt eftir sem rúsínan í pylsuendanum, sem umferðaröryggið, sem kannski hvað stærsti þátturinn í þessu og þar liggur auðvitað þjóðhagslega ávinningurinn mestur. Til að mynda var mestum banaslys í umferðinni á Keflavíkurveginum hér áður á þeim kafla sem nú hefur verið tvöfaldaður og það hefur ekki orðið banaslys þar síðan. Þannig að við verðum að horfa á þetta svolítið í þessari heildarmynd og svo hafa komið raddir hér á höfuðborgarsvæðinu sem mér finnst bara eðlilegar sem að segja, já býtu, en af hverju þá bara ekki farið í það að rukka víðar? Fyrir austan, fyrir norðan og fyrir vestan. Nú það að fara í gang gjaldtaka í Vaðlaheiðargöngum og mér finnst þetta bara eðlileg umræða og ég hef verið á fundum út all land á undanförnum vikum og mánuðum og þar hafa komið fram bara hreinlega beiðnir og ábendingar. Við viljum, ef það að fara í gjaldtöku hjá okkur að hraða framkvæmdum, að þá erum við alveg tilbúin í það. Vegna þess að þá þessi pakki sem við erum hérna með þessi 100 milljarðar og við erum öll sammála að þetta eru svona meira og minna mjög brýnar framkvæmdir, að þá eigum við eftir að fara hringinn í kringum landið og ef þú nefnir bara svona eins og Skógarstrandaveginn, hann um 6 milljarðar, Teigsskógurinn umdeildi fyrir vestan, hann aðri 6 milljarðar, síðan ertu með Dynjandisheiðina, það svona 3,5 milljarðar, það órjúfanlegur hluti Dýrafjarðarganga, svo eigum við Dettifossveginn um 1,5 milljarð og svo erum við með Bergfjarðarbotni 1200 milljónir og Hornafjarðarfljóti 4 milljarðar og svo hér uppsveitir Árnessýslu, Ásarhreppur og Ölfusíð, þar sem eru margir milljarðar, þar sem að ferðamannatrafíkin í raun og veru búin að orðin algjörlega ofviða samgöngukerfi. Þannig en þú ert í raun að segja að það verði aldrei hægt að borga þessar framkvæmdir úr ríkissjóði? Já sko, jafnvel þó við myndum auka fé til nýframkvæmda úr ríkissjóði 50%, að þá auðvitað munar þetta. Ég meina við jukum fé upp á 5,8 milljarða á þessu ári inn
inn í samgöngukerfið. Þó nokkur hluta því fyrir að auka í viðhald sem að við höfum verið mjög eftir á með á undanförnum árum og orðið mjög brýnt. En sko jafnvel þó við myndum taka hérna gjaldtöku, komugjöldið eitthvað slíkt upp á 3 milljarða og segja að þetta á að fara í vegamálum næsta árum, þá það eitthvað sem þarf að fara í gegnum Alþingi á hverju ári. Þetta byggir auðvitað á því að taka þessi verkefni út fyrir ríkissjóð, fjármagna þau með lántökum og geta farið hér í framkvæmdahraða sem getur verið kannski til viðbótar en nýframkvæmdur upp á 5 til 15 milljarða á ári, allt eftir í hvernig árar hjá okkur. Þannig getum við búið til alvöru framkvæmda á allir næstu 10 ára allt land. En við erum að tala um að einkafyrirtæki taki að sér að byggja þessi vegi og rekið á eða hvað? Já, það eru einkafyrirtæki sem byggja held ég langflest okkar vegi í dag. Ég held að Vegagerðin sé með 2 brúarvinnuflokka sem að vinna, þannig að þetta þau myndu reka vegina líka. Já, þetta bara, við erum að horfa svona á sambarilegt módel og í Hvalfjarðargöngunum. Það sérst eitthvað félag, það getur verið í eigu ríkisins sem að tekur fjármögnun að láni frá einhverjum aðilum og síðan býður Vegagerðin út ákveðin verk á þessum leiðum og síðan gjaldtakan notuð til að borga tilbaka þessi lán. Þannig auðvitað tryggt að við getum framkvæmt eftir því bara sem kerfið leyfir okkur, af því að það ekki vandamál að fjármagna þetta. Við getum búið okkur til raunhæfa áætlun það að fara hér í alvöru uppbyggingu í samgöngukerfinu á tiltölulega fáum árum. Og auðvitað verða ruðningsáhrifin þau af svona verkefni sem farið á stað með á þessu svæði, að það framlag sem kemur úr ríkissjóði þá til ráðstöfunar annars staðar, hvort sem á höfuðborgarsvæðinu, því að það fjöldinn allan af öðrum verkefnum hér innan höfuðborgarsvæðisins og einnig auðvitað út allt land þar sem að við erum með mjög brýnar. En við höfum náttúrulega séð svona verkefni Vaðlaheiðargöngin. Þar sem hefur farið illa, þar sem að þetta fór langt fram úr áætlun og ríkið í rauninni situr bara uppi með það í fanginu. Já, og það bara dæmi til að skoða, það er sorglegt dæmi og kannski víti til varnaðar, en við erum einmitt að skoða það núna og eins og komið við fram að þá hefur fjármálaráðherra boðað viðbótar lántöku inn í það verkefni. Í samgönguráðuneytinu erum við að skoða það hvað muni þetta þurfa að kosta, hvað þetta að borga þetta upp á löngum tíma. Það auðvitað alltaf að hugsa svona endurgreiðslu á svona mannvirkjum til mjög margra áratuga. Ég held að Færeyingar til dæmis horfi til 50-60 ára þegar þeir byggja sín jarðgöng og eru með gjaldtöku. Þannig að við þurfum bara að setja upp eitthvað svona viðskiptamódel fyrir það og ég tel að það eigi að skoða það samhliða því að Vaðlaheiðargöng verði bara hluti af þessu rekstrarmódeli sem við förum í ef ákvörðun verður tekin að fara þessa leið. En þarna mikil einkarekstur eða svona einkaframkvæmdir sem myndu fara í gang með þetta. Hvað segir að einkavæða Keflavíkurflugvöll? Já, sko, bara til að því að þú veist þetta einkaframkvæmd og eitthvað svona, ég vil bara klára það sko. Það allar stórframkvæmdir í okkar samgöngukerfi í dag eru einkaframkvæmdir. Að því leyti til að þetta allt saman verktakafyrirtæki sem bjóða í verkin og þau eru ekkert á vegum ríkisins. Þetta ekkert öðruvísi. Ríkið getur átt þetta þannig að... Það ríkið sem borgar, sko? Já, ríkið sem borgar, neini, það notandi sem borgar. Og auðvitað markmiðið það að ná sem mest í þennan mikla ferðamannastraum og láta hann borga það gjald sem að það þolir eins hátt eins og hægt fyrir þessa einskiptisnotkun. Þannig getum við fengið þá til þess að byggja þetta upp með okkur. Við höfum áður gert þetta. Þegar við fórum fyrir 50-60 árum, fámenna þjóðin í þessu stóra landi að byggja upp innviðakerfi, dreifikerfi raforku. Þá sömduðum við stóran aðila til að kaupa raforkuna á okkur allan sólarhringinn alla daga ársins. Niðurstaðan núna 50-60 árum seinna svo að við borgum lægsta raforku verði í heimili og almennu fyrirtækjarekstur í landinu. Mín hugmynd svo að við náum núna í þennan stóra viðskiptaauðin sem er komin í þjóðvegakerfið og látum alla hans umferð borga sem mest af því að byggja upp þjóðvegakerfið með okkur. En hvað segir að einkavæða Keflavíkurflugvöll? Sko ég tel nú reyndar að það sé mikilvægt í því samhengi að þjóðin sé alltaf ábyrg, eða ríkið sé alltaf ábyrgt og eigi grunnstoðir samgöngukerfisins okkar. Og það á eins við flugbrautina þá í Keflavík. Mér finnst það þurfa alveg koma til álita að við skoðum það hvort að ríkið eigi að vera í þeim rekstri sem flugstöðin sjálf og þá svo starfsemi sem þar og það auðvitað mjög mörg fordæmi þjóðum í kringum okkur reyndar algengar en ekki að ríkið sé þá ekki að minnsta kosti nema hlutaðeigandi í slíkum rekstri og slíkum byggingum. Við erum þarna með mikil verðmæti sem að kannski væru betur komin
í því að byggja upp aðra innviði í okkar landi, kannski einhverja 20 milljarða sem við gætum þá nota til þess að byggja upp hvort sem að það í vegakerfinu, nú eða spítala, heilbrigðiskerfi, einhverja varanlegar eignir, aðrar eignir í innviðum. Þjóðin hefur kannski ekki svo mikinn ábata. En þarna líka þörf á þessari hröðu uppbyggingu. Þarna sprengja sem kannski ráðum svona tæplega við. Við erum svona rétt að halda í horfinu, sko. Ég tek hatt minn ofana fyrir starfsmönnum Isavia sem hafa verið að eiga við náttúruhamfarir á hverju ári, núna undanfarin ár. Mér finnst það að tekist alveg ótrúlega vel til við þessar erfiðu aðstæður að halda þessu í horfinu. Alveg eins og þessari fámennu þjóð í þessu stóra landi hefur tekist alveg ótrúlega í allri sinni innviða uppbyggingu. Við erum 340.000 manns í 103.000 ferkílómetra landi. Danir eru tæpa 6 milljónir, þeir eru byggja upp innviðakerfi í landi sem jafnstórt og Suðurkjördæmi hjá okkur. Borgarlína, þú hefur lýst efasemdum hana og talað að það væri kæmi til greina að setja þá frekar peningar sem ætti að fara í aðrar samgönguframkvæmdir. Nei, ég hef ekki sagt það. Ég hef sagt það og ég talaði alveg skýrt við forystumenn samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem ég átti fund með fyrir nokkrum dögum. Og ég beindi reyndar orðum mínum alveg sérstaklega til Dags B. Eggertssonar á þeim fundi. Sko, við erum með hér einhverja mynd sem samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins. Það alveg ljóst að við þurfum að gera einhverja róttækar ráðstafanir til þess að efla almenningssamgöngur. Við erum ekki nema með 4% af umferðinni sem nýtir almenningssamgöngur. Við þurfum að gefa almenningssamgöngum ákveðin forgang. En eins og ég sagði við Dag B. Eggertsson, þegar hann kemur með þetta erindi til mín ásamt sveitarfélagunum hér á höfuðborgarsvæðinu, ég sagði, sko, við tökum ekki einn lítinn völl og förum að spila saman á honum. Ég legg áherslu á það að við setjumst þá yfir það í sameiningu og sú vinna í gangi líka að skoða hvað þarf að gera í samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins til þess að það verði í góðu horfi. Það nefnilega þannig að það fara 92.000 bílar orðið Ártúnsbrekku á hverjum degi. Almenningssamgöngukerfið, borgarlínan, ekki að fara að fækka þeim niður í 70.000, en hún kannski að fara að hægja á því að þeir fari yfir 100.000. Það það sem þetta snýst um. Og á meðan að borgin og yfirvöld þar spila í raun gegn okkur í uppbyggingu samgöngumannvirkja á höfuðborgarsvæðinu, ég vil nefna Sundabraut, ég vil nefna aðra þætti eins og Bústaðaveg Reykjanesbraut, þar sem að borgin hefur þvælst fyrir okkur og fer ekki eftir tillögum og vilja vegagerðarinnar sem að sveitarfélög eiga þó að gera samkvæmt lögum, að þá þýðir ekki til dag að koma hér með einhvern hluta af þessari mynd og segja ég vil endilega spila með þér á þessum velli, en ég vil bara á móti þér í öllu öðru. Þú meinir að borgin sé bara á móti þér? Já, hún á móti stefnu vegagerðarinnar og vilja vegagerðarinnar. Við getum tekið bara Sundabraut. Það sem allavega fyrsti áfangi, mjög mikilvægur til þess að leiða umferð út úr borginni hérna vesturum. Þó að sé ekki verið að tala alla leið upp á Kjalarnes. Nú borgin búin að skipuleggja einhverja Vogabyggð. Vegagerðin hefur verið í bréfaskriftum með borgina síðustu ár þar sem það hafa gert athugasemdir við þetta. Nú síðasta bréfið frá vegagerðinni sagði hreinlega borginni að fyrst þið eru búin að ákveða þessa Vogabyggð þarna, þá verður fyrsti áfangi Sundabrautar sennilega 10 milljörðum dýrari. Vegagerðin gerir þá kröfu á borgin borgi það og það staðan í dag að nú stendur bara krafa frá vegagerðinni ef og þegar við förum að byggja fyrsta áfanga Sundabrautar, þá mun borgin þurfa að borga 10.000 milljónir í þeirri framkvæmd. Og það lagastoð fyrir því að fari sveitarfélagi ekki eftir vilja vegagerðarinnar í þessu og í samvinnu við þá, að þá getur vegagerðin sent þennan reikning á sveitarfélagi. Og það bara staðan sem orðin þessu máli. Þannig að þessi einstrengingsstefna borgaryfirvalda að spila ekki með yfirvöldum lagningu þjóðvegakerfisins hérna á höfuðborgarsvæðinu getur orðið borgarbúi manns í dýr þegar uppfæra staði. Jón, þakka þér fyrir að koma í þáttinn til mín. Við ætlum að halda áfram að tala samgöngumál en nú sjálfkeyrandi bíla. Já, það áhugavert. Takk fyrir.
hingað er komin Lilja G. Karlsdóttir, þú ert samgönguverkfræðingur, þú er unnið við borgarlínuna sem við nefndum hérna áðan, en við ætlum nú kannski fyrst og fremst að tala framtíðarhorfur í samgöngumálum, það eru þessir sjálfkeyrandi bílar sem menn að tala og sumir segja að bara eftir 10 ár þá verði allir komnir á sjálfkeyrandi bíla og samgöngumálum verði allt öðruvísi. Hvernig er þessi framtíð? Framtíðin alltaf erfitt að spá til framtíðina en þeir eru á leiðinni, sjálfkeyrandi bílar og tækninni fleygir hratt fram þar og ég held að sé allir sammála að þetta er framtíðin, það er bara svolítið spurning hver er leiðin að þessari framtíð að það er nefnilega sjálfkeyrandi bílar, það að tæknin nái þessu stigi að við getum treyst algjörlega á bílinn er eitt en svo þurfa bílarnir náttúrulega að vinna í því sem er gatnakerfið okkar og borgarskipulagið og mannlegi faktorinn og það er ekki víst að það verði alveg hratt að taka við sér. En við getum, ef við tölum tæknina sjálfa fyrst aðeins með bílana, sjálfkeyrandi bíla, þá eru þessu skiptið upp í svona 5 stig á sjálfkeyrandi bílum. Og því umræðan í fjölmiðlum undanfarið hefur verið svolítið eins og þetta er bara að gerast núna næstu 3-4 árum. Já. Að þá er stig 1 er það sem við þekkjum sem svona ABS og cruise control og annað slíkt. Stig 2 þá er bílinn getur tekið hendurnar svona augnablik af stýrinu. Svo erum við komin í stig 3 þar sem að þú getur í rauninni bara bílinn sér þetta en þú þarf samt að vera til staðar og hugsa aðeins. Stig 4 þá ertu komið alveg full sjálfkeyrandi en í svona stýrðu umhverfi. Já. Og stig 5 er svo þessi draumsýn sem er svolítið mikið verið að tala í fjölmiðlum núna að það verður bara allt sjálfkeyrandi. Og sem dæmi þá er Tesla-bílarnir sem mikið tala í dag, autopilot-kerfið þeim, það er ennþá bara stig 2. Það er ennþá bara stig 2. Og það er verið að tala að fyrir 2021 sé verið að ná stigi 3. Þannig að það er ennþá tölverður tími í draumsýnina þar sem við getum öll. En það spann umræðum það til dæmis núna í vikunni að það væri til dæmis ekki ástæða til að byggja upp almenningssamgöngukerfi vegna þess að sjálfkeyrandi bílarnir myndu bara leysa það af hólmi. Myndu bara redda þessu öllu. Já. Já, það er svolítið það sem að kannski bílaframleiðendur að selja okkur og það er svolítið eins og við þekkjum frá bílaauglýsingum og það er allt svolítið svona, við erum ein á hraðbraut eitthvað staðar og það er ekkert fyrir okkur og við höfum það voðalega þægilegt allt saman. En raunveruleikin, þeir sýna, það er Tesla og Google og slíkir aðilar sem við erum að sjá dæmi frá. En það er ekkert svakalega hipp og cool og svona sexy að sýna bæjarumferð sem er rosalega þéttbökkuð og það er strætó og hjólandi og gangandi sem það þarf að taka tillit til. En þar er nefnilega þróunin mjög hröð. Það eru sjálfkeyrandi strætóar í Grikklandi, Sviss og Finnlandi í testi nú þegar, sem dæmi. Já. Og öll borgarsvæði kringum okkur eru að veðja á almenningssamgöngur því að borgarumhverfi funkar ekki án svona það sem er kallað mass transit. Það sem ert með mikið af fólki í einu faratæki. Það muni ekkert sjálfkeyrandi bílar þar sem við erum kannski 1, 2, 3 hræður í bíl munu bara þýða rosaleg umferð áfram og mikið meiri umferð en þekkjum í dag með þessu. Já, það er bara spurningi, mun þetta eitthvað bjarga því að göturnar sé ekki svona pakkaðar af bílum? Nei, það mun ekki gera, ekki nema við breytum hegðun okkar, ekki nema við förum að ferðast meira saman. Já, og það er náttúrulega það sem að spyrja, ef fólk fær sjálfkeyrandi bíl, akkur átti það að vilja deila því með fólkinu í sama húsi eitthvað frekar en hinum bílunum sem það er ekki sjálfkeyrandi? Já, það er svolítið þessi mannlegi faktor sem er svolítið erfitt og það rannsóknir sýnt fram að við erum ekkert svakalega viljug í það að deila sem sagt, en það er svona samt eins og sé svona vist kynslóðabreytinga eiga sér stað að yngra fólkið í dag það er til dæmis í Bandaríkjunum, það er mikið færri sem er að taka ökupróf sem sagt á þeim tíma sem þeir geta, þeir eru að seinka því að taka ökupróf eða bara taka það ekki og svona það er komið upp kynslóð sem er kannski vanari þessu að deila hlutunum og vanari því að bara setjast upp í lest strætó og geta verið bara á netinu í símanum sínum. En svo spurning ég hvenær er þessi tækni orðin örugg? Að hún verður örugg og þú veist, bílaumferð er náttúrulega ekki sérstaklega örugg, hún er margar hættur í bílaumferð og borgir er náttúrulega byggðar í kring og það er að afstýra með öllum þessum ljósum og öllum þessu stótt, en hvenær er þetta orðið öruggt? Já, það er nefnilega, það er svolítið stórt mál líka og það er það sem við bindum náttúrulega mikla vonum við að þetta eigi eftir að auka öryggið, því að mannlegi faktorinn í bílum í dag, við völdum svolítið mikið af slysunum, menninir, en það
það er þróunin í gangi með þetta, en það er hvergi í Evrópu leyfilegt að pröfa sjálfkeyrandi bíla ennþá í opinberu rými. Þetta þarf alltaf að vera ennþá í stýrðu umhverfi og það er bara töluvert löng leið ennþá í þetta að þessi framtíð verði, og það sem er líklegt að gerist er að við eigum eftir að vera í svona mixkerfi ábyggilega í nokkra áratugi í viðbót. Þeir byrja að koma inn, en þeir byrja að vera virkir fyrst í stýrðu umhverfi sem er einmitt almenningssamgöngur, það sem eða sem sagt ákveðnar leiðir mótaðir, fastar leiðir fyrir þessum sjálfkeyrandi bíla. En við getum ekki tekið leið 4 og gert hana að sjálfkeyrandi bíl. Sjálfkeyrandi bíl. Það þurfti að vera sjálfkeyrandi strætó. Já, en erum við þá ekki að tala sko þá innan einhverjar línu, borgarlínu eða innan svona fastra leiðar eða hvað? Já, og það er það sem að muna öllu líkið gerast, og við munum áfram vera með venjulega bíl líka, því það er gert ráð fyrir því að það verði venjulega bílar framleiddir áfram til að minnsta kosti ársins 2030. Þessi venjulegi bílar þá í þeim skilningi að við keyrum sjálf, og við pælum í því að meðalaldur bíla er 11 til 15 ár í Bandaríkjunum og hér á Íslandi held ég að sé, að þá erum komin fram til 2045, 2050, þar sem við erum ennþá í svona mix-kerfi. En ef við förum aðeins í borgarlínu pælingunar og þetta hvort almenningssamgöngunar verði úreltara, þá snýst það verkefni og almenningssamgöngu verkefni í öllum bæjum og borgum í kringum okkur á nágrannalöndunum. Það snýst mikið meira það hvað ætlar að gera við borgina sem þú býrð í, heldur en tæknina sem slíka sem á að keyra þig. Það er verið að reyna að hefta út þenslu bæja og borga og reyna að gera svona meiri strúktúr í því hvar þú ætlar að þétta byggðina. Og þú ætlar að reyna að þétta byggðina þar sem þú býður upp á framboð á mismunandi ferðamátum. Til þess að reyna að lágmarka fjölda bílana og reyna að létta hans umferð. Hugmyndin er með borgarlínunni sem á náttúrulega að fara í nágrannabyggðina líka, sem það er þétta byggðina meðfram línunni þá. Já, meðfram stöðvunum á línunni. Meðfram stöðvunum á línunni. Þannig að þú sért við stöð, og eins og við þekkjum held ég alls staðar sem förum erlendis í almenningssamgöngur, við komum út af stöð, hvort sem það er strætóstöð eða lestarstöð, og það er yfirleitt rosalega mikið að gerast við stöðuna. En svo ef þú labbar kannski aðeins lengri burtu, þá ertu komin í hefðbundin einbýlishúsahverfi og annað slíkt. Þannig að við séum ekki elta, samgöngukerfi sé ekki elta veruleikann, heldur skapi að veruleikin sé skakapaðar þó í kringum samgöngukerfi. Já, og því það er, og þetta dæmi með draumurinn að keyra alla frá hurð í hurð, það er rosalega óskilvirk leið til þess að fólk ferðist. Og það er til í dag, það er til kallaðir leigubílar, við getum hringt og við þurfum að borga mikið fyrir það, láta færa okkur frá hurð í hurð. En við getum labbað í staðinn, örlítið lengra á strætóstoppistöð og borga mikið minna fyrir að komast sirka sömu leið. En það er alltaf spurningin með sjálfkeyrandi bíla. Við myndum alltaf vilja að þeir keyrðu okkur einhverju leyti heim til okkar. Já, og það er spurning með þá þurfum við að borga fyrir það. Þá þurfum við að borga fyrir það. Eða það þarf þetta kerfi mun ekki detta af himnum ofan, það þarf einhver að eiga, annarkvort eigum við eftir að eiga bílna sjálf. Og þá er spurningin hvort að við viljum deila þeim með öðrum. Við látum að keyra okkur í vinnuna og viljum við láta vera rúndandi og pikkandi upp fólk á meðan við erum í vinnunni, eða viljum við senda hann tilbaka og leggja heima, og þá ertu búin að auka umferðina, þá ertu búin að koma fleiri kílómetra sem er verið að keyra. Og svo er spurningin, er þetta kerfi sem að risafyrirtæki eins og Uber á eða sveitarfélögin eða? Já, það er allt eftir húlast. Það þarf einhver að eiga það og það þarf að borga sig og að reka það. Og þú munt aldrei vera með hús einhvers staðar út í úthverfi þar sem þú munt vera með endalaust framboð af sjálfkeyrandi bílum rúndandi bara bíðandi eftir að þú hoppir inn í hann. Þetta er mjög spennandi framtíð. Þetta er mjög spennandi tíma. Takk fyrir að koma í þáttinn, Lilja. Þetta er búið okkur í dag og þetta er síðasti þátturinn af Silfrinu á þessu misseri og ég